Komið sælir, mínu kæru sportdrekar. Þá komið lestri fyrir ykkur. Spilin komin á borðið til að spara tíma og ekkert annað eftir en að bara demba sér í þetta. Sportdreki góður. Það manneskja í lífiðinu sem ekki öll þar sem hún séð. Ef til vill hún að vill á sér heimildir, ef til vill hún að halda aftur af sér á einhvern hátt. Það eitthvað sem þú veist ekki hana eða málefni sem á milli ykkar. Ef til vill hefur hún góða ástæðu til að halda einhverju leyndu. Það má vel vera. Og kannski kemur þetta leyndamál upp á yfirborðið seinna meir. En kannski hún bara í vörn gagnvart þér eða einhverju í lífi sínu. Þannig að það að koma heiðarlega fram kannski ekki endilega svona það sem kemur sem henni eðlilegt, ætlaði ég að segja, afsakið þetta. Þú ert að velta fyrir þér einhverju málefni sem þú þarft að taka ákvörðunum og það gott að það lítur út fyrir að þú sért að leita ráðlegginga annað, þú ert að fá sýn annara á málin. Það alltaf gott að færa sig við aðra. Ég að hökta rosalega hérna meðan ég tala. Það getur verið að eitthvað sé hérna sem erfitt að koma orðum að. Það að segja í kringu þig eða hvað þig varðar. Ég ætla að reyna mitt besta. Já, nú ég vildi ekki vandræða með að tala. Ok. Það sem að ræða gæti verið einhvers konar lagaleg máli eða dómsmál. Þarf alls ekki að vera samt. En inn í þetta koma mikla breytingar. Þú ert að huga að breytingum. Þú gæti jafnvel verið að huga að flutningi eða einhvers konar meiri háttar svona umbreytingum í þínu lífi. Húsnæði kemur hérna upp líka, ef til vill kaup og sala, leiga, breyting varðandi húsnæði, eitthvað slíkt og væntanlega eitthvað ferðalag sem að kemur með því. Hafði ekki miklar áhyggjur af þessari duldu manneskju. Kannski það sem að undir niðri bara jákvætt og eftir að koma með einhverja gleði inn í lífið þitt þegar yfir lýkur. En staðan á þér virðist vera afskaplega stabíl og föst. Það eins og þú sért í þeim fasa bara að vera í róliheitum og hugsa málin. En þessi ákvörðun sem að framundan, hún skipar stóran sess í lífiðinu þessa dagana. Það eins og þú þurfir að velja hvora leiðina viltu fara. Möguleikarnir eru margir og segjum við bara það hversu rík og innihaldsmiklu lífið þú lifir, kæri sportdreki. Það að geta valið úr góðum hlutum, það ríkidæmi. Og þú ert nú oftast svona frekar dulur að eðlisfari, þannig að partur af þessari hulu sem hérna getur líka bara verið það að þú vilt ekki láta uppi öll þín leyndamál eða þú ert ekki tilbúin að ræða hlutina fyrr en þú ert búin að ákveða þig almennilega. Inn í þessar breytingar kemur líka samband við aðra manneskju. Það getur verið náið vináttusamband, það getur verið ástarsamband. En partur af því
sem hefur áhrif á ákvarðanirnar þínar þetta samband og þá það spurningin áttu að hrökkva eða stökkva. Ertu tilbúin að breyta lífinu á þann hátt að fara til dæmis úr því að vera einhleypur og yfir í það að fara í samband. Þetta getur líka verið það að vera í sambandi en að vera að taka stökkið yfir í einhvers konar meiri og dýpri skuldbindingu eins og það að fara að búa saman eða að gifta sig þó að það komi ekki beint fram hérna. Þetta eru svona stórar ákvarðanir og það eins og núna þegar þetta lesið í júlímánuði. Það svo þetta sé svona logni á undan storminum sem á síðan eftir að koma inn á næstu vikum og með haustinu. Að þegar að líður á haustið þá verður líf þitt allt öðruvísi heldur en það hefur verið hingað til. Vertu bara í hjartanu, kæri sportdreki. Jú, gríptu tækifærin, þau eru þarna til þess að grípa þau og langflesta breytingar eru til góðs. Ekki láta hugan trufla of mikið, reynda að fylgja bara því sem að þig langar að gera. Það ákveðin leiðavísir og mikið frelsi fólkið í því. Ok, sportdreki góður, þá tökum við hérna annað spil fyrir þig. Hér kemur ástin upp og ferðalög sömuleiðis. Þetta erkiengillinn Rafael sem að sagður vera heilunar engill mikill. Þannig að það eru betri tímar framundan bæði varðandi líðan og heilsu og eins varðandi sambönd. Hafðu húmorinn uppi við. Þessi engill geisla líka frá sér lífsgleði, lífsorku, afskaplega góð orka sem að þú færð hérna í þessu spili. Græni liturinn, hann litur hjartastöðvarinnar. Hann mjög áberandi í þessu spili og þýðir kannski eitthvað sérstakt fyrir þig. Græni liturinn jú líka litur náttúrunnar, þannig að kannski tenging þín þessar mundir við náttúruna sérstök. Þegar hún sýnir sem mest af sínum grænu litum. Ekkert nema gott það að segja, kæri sportdreki, og síðan ætlaði ég að leyfa einum engli að flögra hérna inn í lokin. Ok, hér færðu spil sem heitir æfing. Með því að æfa þig á hverjum degi geturðu pússa hæfileikana þína og auki sjálfstraustið þitt. Það getur verið að það sem að þú ert að fara að taka ákvarðanir snúi líka að hæfileikunum þínum. Þetta vill vera að bjóða þér atvinnu sem að hendar þér og þinni menntun eða þínum hæfileikum. En það verið að benda þér á að æfa þig. Það með alla hæfileika, líka andlega hæfileika. Það þarf að æfa sig til að halda þeim við, annars dofna þeir. Það vita þeir sem að starfa til dæmis við slíkt. Kannski ertu að reyna að ná langt í einhverjum ákveðnum aðstæðum, ákveðnum þáttum í lífiðinu. Þetta getur verið keppnisskapið þitt sem að hérna að segja til sín. Veit ekki alveg hvað það en þú veist það betur sjálfur. Þannig að þetta spurning að æfa sig. Og að æfa sig að taka ákvarðanir líka.
það er ákveðin þjálfun að draga ekki allt of mikið á langinn og treysta bara á að þú ert nógu sterkur og þú býrð yfir nægjanlega mikilli getu og visku til þess að þessi mál þín fari öll vel. Kæri sportreki, ég óska þér allsins besta með þetta. Ef þig langar í persónulega spá bara fyrir þig, þá getur þú haft samband við mig gegnum Messenger á Facebook síðunni Ljós og kærleikur.